Mikilvægt finnst mér að íþróttasálfræði byrjaði árið 1893 og 1898. Edward Wheeler Scripture og Norman Triplett voru fyrstir til að íhuga sálfræðilegan þátt íþróttarinnar og voru þeir sálfræðingar við Yale háskólann annars vegar og hins vegar við Indiana háskólann. Coleman Griffith, sem starfaði við háskólann í Illinois, var fyrstur sálfræðinga til að tileinka sér meirihluta starfsferils síns til íþróttasálfræði. Hann var líka með fyrstu rannsóknastofu í íþróttasálfræði. Á árunum 1921 til 1932 gaf Griffith út 25 rannsóknargreinar íþróttasálfræði. Árið 1926 gaf hann út bókina Psychology of Coaching og 2 árum seinna kom út bókin Psychology of Athletics. Griffith hafði mjög mikil áhrif og í dag talinn vera faðir amerískrar íþróttasálfræði. Niðurstöður markmið leggja áherslu á úrslit viðburðar eins og til dæmis að vinna kappakstur, vinna verðlaunapening eða skora fleiri mörk eða stig en andstæðingurinn. Að ná þessum markmiðum því ekki einungis háð þínum eigin erfiði, heldur einnig hæfni og frammistöðu andstæðingsins. Þú gætir átt besta golfhring ævinnar en samt tapað og þannig ekki náð markmiðum þínum að sigra. Í frammistöðu markmiðunum ekki samanburð við aðra keppendur að ræða, heldur verið aðallega að einblína á að bæta eigin frammistöðu og markmið. Ferilsmarkmið leggja áherslu á hvaða hegðun einstaklinga þarf að beita sér að meðan keppni stendur til að standa sig vel. Til dæmis gæti kraftlyftingamaður sett sér það markmið að setja vel í hælana í hnébeygju og halda bakinu sveigðu. Eftirfarandi þættir hafa mikið að segja áhrifamátt markmiðssetningar í íþróttum. Markmið sem eru miðlungserfið bæði skammtíma og langtímamarkmiðum, endurgjöf á hvernig miðar áfram að markmiðinu og skuldbinding að takmarkinu. Svo virðist sem sértæk og skýr markmið sem eru bæði skammtíma og langtíma og eru miðlungs til mjög erfið gefið bestan árangur. Miðjan 7. áratug síðustu aldar voru íþróttasálfræðingar farnir að rannsaka hvernig sálfræðilegir þættir eins og kvíði, sjálfstraust og persónuleiki hafi áhrif á frammistöðu í íþróttum og einnig hvernig þátttaka í íþróttum hefur áhrif á þróun persónuleika, áhugasnigðar og fleiri þátta. Svipað leyti voru íþróttasálfræðingar farnir að vinna með íþróttamönnum og íþróttaliðum. Sjálfstraust. Sjálfstraust mikilvægur þáttur hjá íþróttamönnum en hann sker mjög oft úr hvort íþróttamenn ná langt í sinni íþrótt eða ekki. Íþróttasálfræðingar skilgreina sjálfstraust sem trú á að geta framkvæmt æskilega hegðun á árangursríkan hátt. Sjálfstraust getur hjálpað einstaklingum að vekja með sér jákvæðar tilfinningar, að setja sér markmið, auðvelda einbeitingu, leggja harðar að sér og bætt frammistöðu. Eðlislægt sjálfstraust dæmigert sjálfstraust og getur verið mjög stöðugt. Aðstæðubundið sjálfstraust getur verið breytilegt eftir því hvað að gerast í lífi viðkomanda og því óstöðugt. Ákjósanlegt sjálfstraust merkir að maður sé svo viss að eigin hæfni til að ná markmiðum sínum að maður leggi mikið á sig til að ná þeim markmiðum. Eitt af því sem mér fannst mikilvægt var að þegar Roger Bannister ákvað að hlaupa mílu á undan 4 mínútum og gerði það þá allt í einu gátu svo margir náð sama áður en hann hljóp. Þetta að þá héldu allir að ekki væri líkamlega mögulegt að ná hlaupa míluna á undir 4 mínútum. Hátt sjálfstraust þýðir ekki að maður muni alltaf standa sig vel eða ná markmiðum sínum. Hátt sjálfstraust hjálpar manni að takast á við hlutina, hjálpar manni að halda áfram í átt að settu marki. Lágt sjálfstraust getur verið slæmt sjálfsefi, getur framkallað kvíða.
einbeitingarleysi og ákveðni. Einstaklingur með lágt sjálfstraust einbeitir sér frekar að göllum sínum frekar en styrkleikum. Sjálfsefi getur verið góður að því leyti að það getur komið í veg fyrir sjálfsumgleði eða hroka. Þótt að lágt sjálfstraust getur verið vandamál, þá getur hátt sjálfstraust verið vandamál líka. Lið sem telur sig vera búinn að vinna leikinn áður en hann byrjar er líklegra að tapa leiknum heldur en liðið sem vanmetur ekki andstæðinginn sinn og hefur ekki oftrú á sjálfum sér. Mikilvægi andlegu hliðarinnar í íþróttum. Andlegur styrkur og gott sjálfstraust skiptir oft mestu máli fyrir íþróttamenn. Talið er að hausinn sé 60%, hjarta 20% og líkamlegir þættir 20%. Þeir íþróttamenn sem eru með gott sjálfstraust sýna oft betri framfarir heldur en aðrir. Niðurstöður rannsóknar Becker og Solomon sýndi að körfuboltaþjálfarar í háskólum í Bandaríkjunum töldu sálfræðilega þætti mikilvægari en líkamlega í sambandi við hæfni leikmanna. Á lista yfir topp 10 þætti til að meta hæfni leikmanna var ekki að finna íþróttamennsku, samhæfingu og liðleika. Íþróttamenn sem vilja læra, hlusta á mikilvægustu eiginleikana og hafa ást á íþróttinni eru oftast mun betri íþróttamenn. Hlutverk íþróttasálfræðinga. Til eru 2 gerðir af íþróttasálfræðingum, klínískir íþróttasálfræði og námsíþróttasálfræði. Klínískir íþróttasálfræðingar vinna með einstaklingum. Þeir eru búnir að mennta sig mikið í sálfræði og vinna því aðallega með einstaklingum sem glíma við vandamál eins og þunglyndi, sjálfsvígshugsun, kvíða, átröskun, lyfjamisnotkun og áföllum. Námsíþróttasálfræðingar hafa meiri menntun í íþróttafræðum og sérhæfa sig í að kenna íþróttamönnum kvíðastjórnun, uppbyggingu í sjálfstrausti og aukna samskiptahæfni. Þó oft hafa þeir bætt vissi menntun í sálfræði og ráðgjöf. Þeir eru samt sem áður ekki menntaðir í það að starfa sem sálfræðingar. Niðurstöður og umræða. Það sem mér fannst áhugavert var til dæmis það að þeir sem höfðu gott sjálfsálit áður en þau byrjuðu eða stunda líkamsrækt breyttust ekki mikið í hugarfari en þeir sem höfðu lélegt sjálfsálit sýndu aukið sjálfsálit með því að stunda líkamsrækt og með bættu líkamlegu formi. Markmiðssetning. Fólk setur sér mismunandi markmið. Flestir kannast við að hafa sett sér nýársheit, eins og til dæmis að missa nokkur kíló, hreyfa sig meira eða jafna sig af meiðslum fyrir ákveðinn tíma. Vandamál við markmiðssetningu er hins vegar það að fólk setur sér oftar en ekki mjög óraunsæ markmið og veit ekki hvernig það á að ná þeim. Það er mun auðveldara að setja sér markmið en að ná þeim. Því þarf fólk leiðsögn, bæði í hvernig á að setja sér áhrifarík og raunsæ markmið og hanna áætlun hvernig best er að ná þeim. Helstu markmiðaflokkarnir 2 eru hlutlæg markmið og huglæg markmið. Hlutlæg markmið einbeita sér að því að ná ákveðnum viðmiðum í færni í einhverjum ákveðnum verkefni og vanalega á vissum tíma eins og ég ætla að missa 5 kíló á næstu 3 mánuðum og ég ætla að komast í byrjunarliði fyrir næsta leik. Það er dæmi hlutlæg markmið. Þessi markmið eru mælanleg. Hins vegar eru huglæg markmið. Almennar staðhæfingar ásetningu eins og mig langar að standa mig vel eða ég ætla að hafa gaman. Þessi markmið eru ekki mælanleg. Innan íþróttasálfræðinnar hefur verið litið á markmið sem niðurstöðumarkmið, frammistöðumarkmið og ferilsmarkmið. Samkvæmt Burton og félögum eiga íþróttamenn að setja sér markmið í öllum þessum 3 gerðum. Það er að segja niðurstöðu, frammistöðu og ferilsmarkmið. Ástæðan er sú að öll 3 gegna mikilvægu hlutverki í að stjórna hegðunarbreytingum. Einnig sýndi rannsókn Philby, Maynard og Grayton að samblanda af niðurstöðum, frammistöðu og ferilsmarkmiðum skiluðu sér í mun betri frammistöðu en ef einungis einblínt var á eina tegund markmiða. Kvíði er neikvætt tilfinningalegt ástand. Kvíða fylgir óróleiki, áhyggjur og ótti. Við getum öll fundið fyrir streitu og það er mjög eðlilegt.
Oftast háir streitan okkur ekki en það er ekki fyrr en streitan er farin að hafa alvarleg áhrif á daglegt líf en þá er talað um kvíðaraskanir. Kvíðaraskanir eru mjög algengar og eru algengasta gerð klínískra greininga. Kvíði getur birst í hugrænan hátt og eru hræðsla, neikvæðar hugsanir og slæm einbeiting meðal einkenna. Einnig getur birst líkamlegur kvíði, ör hjartsláttur, hærri blóðþrýstingur, vöðvaspenna, svitamyndun og munnþurrkur eru algeng einkenni. Stundarkvíði er breytilegur eftir því hvernig tilfinningalegu ástandi viðkomandi er í. Lindiskvíði er hins vegar áunnin hegðun, tilhneiging er stöðugri og hluti af persónuleika einstaklingsins. Streita getur birst í ýmsum myndum. Dauðsfall ástvina, atvinnumissir og próf eru dæmi atburði sem geta orsakað streitu og þannig haft áhrif á líkamlega og andlega heilsu. Afturhvarfseinkennin segir hvernig örvun hafi áhrif á frammistöðu, ráðist af túlkun einstaklings á eigin örvun. Slökun og öndunarstjórn eru mikið notaðar til að stjórna kvíða. Slökunaraðferðin felur í sér að spenna á ákveðnum vöðvum og síðan sleppa spennunni og finna slökun. Öndunarstjórn er ein einfaldasta en jafnframt áhrifaríkasta aðferðin við að minnka streitu og vöðvaspennu. Ef maður er rólegur og sjálfsöruggur er líklegt að öndunin sé djúp og í takt. Ef maður er undir álagi er líklegra að öndunin sé stutt og óróleg.